Fyrir allra bestur verður. Þetta var nú veisla í lagi. Hún var öllum ógleymanleg. Skyndilega sagði Sarató: Ég get talað við ykkur. Það er alls ekki erfitt. Að hugsa sér að hún skyldi fyrst koma það til huga núna. Það átti að flytja Sarató ávar, en litli álfurinn var svo feiminn að hún hvíslaði bara: Ég þakka fyrir að við fengum að koma. Það er ég sem á að færa frá þakkir. Þakkir fyrir að þið hafi fyrirgefið mér og þakkir fyrir að þið komuð. Aldrei nokkur tíma hef ég orðið svona glaður. Lúkas fann að hann langaði til að gefa Sarató eitthvað. Hann ákvað að gefa honum það fínasta sem hann ætti. Sarató, þakka þér fyrir. Takk, takk. Þetta er í fyrsta sinn sem ég hef fengið nokkra gjöf. Það tók að birta af degi. Hálf vangaðir töltu nokkrir gestana til heimkynna sinn í skóginum. Aðrir hreiðruðu sig hér og þar. Og þeir seinustu sem voru vakandi sátu í eldhúsinu og töluðu hvað þetta hefði verið ágætt veisla. Kristalskrónurnar, við gleymdum að kveikja á þeim. Við komumst til þess, þetta var ekki seinasta veislan hérna. Ef til vill ættum við að koma okkur af stað. Það má vel vera að mamma sé komin heim. Hvers vegna er hún ekki hérna? Hún hefur flogið langt inn í skógana miklu til að leita að einhvers konar fræjum. Svo hún veit á alls ekkert þessa veislu hérna og allt sem hefur átt sér stað. Mikið verður hún hissa. Ég skal fljúga með ykkur í flugskipinu. Nei takk, við viljum fljúga sjálfur og skoða skóginn í ró og næði. Núna þegar við getum flogið enn á ný. Kemur þú líka? Ég get borið þig á bakinu. Jú, ég kem. Komið einhvern tíma í heimsókn. Já, það gerum við oft og mörgum sinnum. Ég vildi gjarnan gefa ykkur eitthvað til minningar. Er ekkert sem ykkur langar til að eiga? Nei, takk. En hvað þig, Lúkas? Ég held þú ættir ekki að leggja það á þig ef það er erfitt og það er það vafalaust og það hefur heldur ekki svo mikið að segja. Láttu það bara koma. Svona rúm eins og þú átt, en smærra í sniðum og engum af því að það er brúða sem heitir Malín sem notar rúmið mitt. Því verður kippt í lag, rúmið verður á staðnum þegar þú kemur heim.
þakka þér kærlega fyrir. Mikið ertu góður. Og þá var kominn tími til að kveðja. Þarna sáu þeir einhvern sitja sem þeir könnuðust við. Það var mamma Kvintels. Ég held að ég ætla að halda áfram núna. Lúkas var að lofa því að koma bráðlega í heimsókn. Og síðan snýri Lúkas heim á leið og hóf göngu sína. Og hæ og hú, þar hoppa Lúkas nú, með gulbröndóttan belginn sem hér sérð þú. Og hum og hæ, hver sál í þessum bæ, hún syngur samt Lúkas sjálfan sí og æ. Og hvernig þá slíkt undur gerast má, að ævintýrin eltu uppi ungan smá. Og þarna stóð gamla góða heimilið hans Lúkasar. Hann var svo glaður þegar hann sá það að hann varð að hlaupa síðasta spölinn. Ó, þvílíkt rúm. Lúkas, minn eigin Lúkas. Lúkas vaknaði við rödd sem hann þekkti og honum var kær, rétt við eyra á sér. Lúkas, mitt eigið tígrisdýr, loksins ertu kominn aftur. Ó, mikið ég glöð. Og það var Lúkas líka, himinglaður. Hann var hinn ánægðist yfir öllum viðburðunum sem hann hafði tekið þátt í og hann var ósköp feginn að vera kominn heim aftur.